Næst langar mig að sýna ykkur hvernig við búum til svona rimlalampa, eins og ég veit að margir hafa áhuga á að búa til í dag. Byrja á því að stilla til plötustærðina sem kemst í laserinn. File, Document Properties, undir Custom Size setja ég þetta í sentimetra og stærst kemst 60 sinnum 30 cm og enter á það og þá er það komið og loka þessu. Og nú langar mig að biðja ykkur að vera mjög meðvituð efnisnýtinguna. Byrja á að tekna kassa. Ég ætla að sýna ykkur nokkrar svona aðferðir við þetta. Ef ég tekna venjulegan kassa, ég ætla að hafa hann í lit og tvísmelli hér á og þá opnast fill and stroke. Tek strókið af með því að exa það. En hér sjáu þið, ef ég næ mér í svörtörina, þá get ég farið að stækka og minnka kassan. Ef ég er með kassatólið, sem sagt áframvalið, þar sjáu þið það eru önnur tákn sem birtast mér. Það er sem sagt kassi í sitt hvora horninu og svo hringur í einu. Ef ég toga í hringinn með þessu kassatóli völdu, sjáu hvernig ég get þá rúnnað hornin. Ég ætla að hafa þau bara í mesta rúning. Og ég ætla að gera Ctrl D sem er duplicate og ég ætla að breyta lit og færa þetta núna til hliðar og held niður í Ctrl takkanum á meðan. Þegar ég svo núna er með þessi form þá get ég valið þetta tvennt saman og sagt difference. Og þetta passar ekki alveg á síðunni, ég get bara minnkað það svona. En það sem þetta gerði var það að núna þegar ég ætla að raða upp á plötuna, mörgum plötum, í Ctrl D, held mér í Ctrl þegar ég færi það, sjáu ég hvað efni nýtist mikið betur. Það er næstum ekkert efni sem fyrir spillis hérna á milli. Þannig ég get raðað mjög mörgum hérna út alla plötuna. Ctrl D, held niðri og það sjáu að ég myndi alveg ná hérna alveg helling af rimlum hérna út. Eins get ég gert þetta með hringformið. Ég get haldið niður í Ctrl takkanum til að fá fullkominn hring. En þá myndi ég gera Ctrl D, skipta lit, færa það frá, held niður í Ctrl á meðan ég færi það og verð svo báða Path, Difference og aftur ef ég gerir Ctrl D og færa til að sjáu þið aftur er mjög lítið efni sem fer til spillis. Nú er báða aftur Ctrl D og ég gæti nú verið ennþá sparsamari. Þannig að svona get ég unnið að því að koma fyrir eins mörgum og einum fleka og ég mögulega get. Ef ég ætla að hanna form sem er bara ekki svona hringur eða kassi eða eitthvað slíkt, þá myndi ég nota þetta hérna pennatól. Þá tekna ég, það er hérna pennatól.a Bezier drawing tólið. Þannig að klikka ég, tekna og ekki af ágjörðu þó þetta sé mjög beinar línur. Ef ég vil hafa hana hins vegar 90 gráður út, þá get ég haldið niður í Ctrl og ef ég klikka á samastæði byrjaði þá lokast hringurinn. Nú ætla ég að ná mér ekki svörtu venjulegu öruna, heldur svörtu punktaöruna hérna. Þá get ég valið ákveðna punkta, ég ætla að velja þennan og ég held mér í Shift til að velja marga. Og hér uppi get ég þá farið að velja, ég ætla að hafa þetta að búa til smooth ends og hafa það symmetrical og sína hornin og hérna þá get ég farið að gera þetta. Ég ætla reyndar að hafa þennan hvassan svona og nú get ég þá leikið mig með þetta eins og mér sýnist. Ég get fært það bara til sem ég langar og breytt sveiginn á þeim.
segjum að ég væri búin að leggja tölulega vinnu í þetta og ég var bara ánægð með þetta form. Breyti ég setja á það lit. Ágætt að taka bara útlínuna af núna. Og Ctrl D, held niður í Ctrl meðan ég færi það, setja það í annan lit þannig ég sjáu betur hvað ég er að gera. Og nú sjáu þið kannski að ég vilja að það næði að það verði þessu rúnnaðra hér. En bara til að sýna. Það dugar okkur alveg til þess að sýna. Vel bæði formin og segi Path Difference. Og aftur þegar ég raða þeim svo upp, Ctrl D, þá fæ ég góða efnisnýtingu í plötuna. Svo get ég þá tekið þetta núna niður eins og hentar þannig að þetta passi á plötuna. Og þegar ég er búin að staðfesta hver stærðin á að vera, þá get ég bara að gera ráð fyrir hvað maður að kalla þetta slottunum eða gripinu fyrir hina plötuna. Til þess að búa til raufina þá þurfum við að vita hver efnisþykktin er og fyrir MDF-ið sem við erum að nota þá getum við reiknað með efnisþykkt cirka 4,2 mm og það er ekki verra að mæla það bara í hvert sinn því að það getur breyst. Plexigleri það er annað þannig að mæli það er svona cirka 2,8 mm. Nú ætlum ég að teikna sem sagt raufina. Hæð á að vera þá 4,2 það er efnið sem á að ganga hér inn í og mér er alveg saman með þessa lengd en ég ætla bara að passa vil ég ímynda mér að þessi önnur plata sem gangi hér inn í ég ætla að láta þetta fara svona eins og svona inn í og svo tekur við önnur rauf á hinum hlutnum þannig að þetta mun ganga enn meira saman hérna út fyrir. Ctrl D, held niður í Ctrl þegar ég færi þetta og þegar ég er að mínusa frá þá get ég bara mínusa 1 hlut í einu þannig ég get ekki mínusa 2 hluti frá þannig að svona og vel svona aftur næsta og Path Difference. Þannig að þessi er sá gaur sem ég myndi svo fjölfylda yfir allar og ráða upp á. Losa okkur við þetta. Næsta skref er svo að útbúa hring sem þetta svo raðast upp á. Næmir í hringtólið, teikna hringinn og ágætur eru búin að átta sig á því hvað maður vill að ljósið sé stórt. Eins og þið sjáu stæst getur þetta verið 30 cm. Þannig að ef ég nýti allt á plötunni ágætt líka bara að stimpla það inn, hafa þetta bara 295, ekkert mikið með það. Nú glemdi ég að setja lásin á, þannig að ég verði að stimpla það báðum megin, 295, svona, nú er þetta fullkominn hringur. Næsta skref er að búa til raufarnar. Ég næði mér í kassatólið og ég veit að efnisþykktin er 4,2 fyrir MDF-ið, þannig að 4,2 raufinn þarf að vera 4,2 að breidd, hæðin hérna óþarflega há. Það er bara að passa með að þetta sé svona. Núna ætla ég að láta þetta vera saman í miðjunni, held niður í shift, vel bæði, setja það í miðjuna og næsta skref kann að virðast flókið en þetta einfaldar málin bara svo mikið miðað við það að ætla sér að gera þetta handvirkt.
Ég byrja á því að passa að snap tólið sé á. Ég passa að allt hér til hliðar sé valið, allir þessi möguleikar hérna. Næst klikka ég á sjálfan hlutinn og ég klikka einu sinni enn. Þá kemur kross í miðjuna hvar ég ætla, hver miðjupunkturinn fyrir snúningin. Nú ætla ég að færa snúningspunktinn. Ég held niður kontrollmunir að þessu og að því að snappið að, þá leiðu ég fyrir að nálgast miðjuna, þá get ég hitt akkurat á og sleppi. Og þá byrjar þetta, þá vel ég hlutinn, ég fer upp í Edit, Clone, Create Tiled Clones, vel það. Þá fæ ég hér upp nýjan glugga og undir Symmetry fínt að bara P1 sé valið. Undir Shift, þar ætla ég að hafa bara 0 í row og per column ætla ég að hafa -100. Þannig ég þarf að breyta þeirri tölu. Og undir Rotation, þá þarf ég að hafa í huga hvað ég ætla að hafa marga rimla og hérna ég að skrifa það, hérna eru 24 rimlar og að því að hringur er 360 gráður, þá þarf ég að passa að gráðufjöldin gangi upp í þessari tölu, þessi rétta gráður hérna á milli og gott bara að ná sér í reiknivél til þess að reikna það. Þannig að 24 sinni 15 eru 360, ég geti gert bara Create á það, þar sjáum við hvernig það lítur út. Nú ef ég vil breyta þessu segjum að ég ætla að hafa 10 gráður á milli og hafa þetta 36 stykki, Create, og sjáu ég get gert breytingar svo lengi sem ég er ekki búin að afvelja upprunalegu raufina sem ég er að klóna. Þannig að gæti haft þetta 30 gráður og 12 og sjáu þetta er allt og fáir að mér finnst. Þannig að ég ætla að halda mig við 24 og 24 rimla og þá eru 15 gráður á milli þeirra og Create. Og þá get ég bara fært þetta til hliðar. Þá er næst að velja alla þessa svörtu og passa sér ekki appið sem við viljum með. Þetta er færa hann í Shift valdi hann frá, þannig að nú er þetta bara saman. Og ég ætla að brjóta linkinn við upprunalega klónin. Þannig að þá er þetta ekki lengur samhangandi einn hlutur. Þannig að það ger ég hér uppi. Það er svona mynd af lás annars vegar og hins vegar einhverju aflæsingu. Og hér stendur Cut the selected clone link to the original. Svona, nú er það komið. Og eitt skref viðbót að það er sá sem við byrjum með, hann kemur alltaf tvöfaldur. Af því að við sögðum honum að við vildum 24, þá gerum við 24 afrit. Þannig að efst er alltaf tvöfaldur. Eyði honum. Og vel alla, fer það núna upp í Path, Combine, mikilvægt skref. Vel svo appelsínugula, segi miðja, miðja og þá get ég núna gert Path Difference og þá er ég búin að katta það. Ég ætla að hafa tvo svona hringi, þetta er efri hringur og neðri hringur. Ég ætla að gera mismunandi hluti samt við þá, kannski verður þeir eins samt að innanmáli. Þannig ég ætla að tegna annan hring, ég ætla að hafa, sem sagt, appelsínuguli hringurinn sé cirka svona. Þannig ég vel þetta tvennt saman, setja þetta miðja, miðja og vel báða og segi Path Difference. Og nú ætla ég að afrita þessum svona, Ctrl-D, færa frá. Annar getur bara verið svona opinn, en í hinn þarf ég að útbúa eitthvað fyrir perustæðið. Tegna annan hring, set hann í miðjuna. Ég veit, ég er búin að mæla perustæðið sem ég er með, það er akkurat 5 cm sem ég þarf fyrir það. Þannig að nú ætla ég að gera afrit, Ctrl
D, færa hann frá og ég ætla að hafa þennan, breyti bara lit og ég ætla að hafa hann hæð 50 mm sinnum 50 og vel þetta bara allt saman, miðja og gæti þá þess vegna núna mínusa þennan frá, path, difference og nú þarf ég að láta þessa tengjast saman. Teikna það bara og það má vera nokkurn veginn hvaða þykkt sem mér finnst fallegast samt að sé eins alls staðar. Vel þess að kannski hafa þetta örlítið mjóra svona og segi miðja og nú ætla ég að taka afrit af honum og ég gerði það með Ctrl D, held niður í Ctrl takkanum þegar ég færi, þá get ég bara fært hann í hárrétta stefnu, vel þá aftur hinn sem sagt með C, geri aftur Ctrl D, klikka einu sinni til þess að fá snúninginn, sný og held niður í Ctrl á meðan ég sný. Vel þetta allt aftur og segi Path Union og þá það tilbúið. Ég ætla að raða þessum upp. Reyndar áður en að ég fer að fjölfaldan ætla ég að setja á hún skurðarlínu og gera ráð fyrir sagafarinu eða leysir skurðarfarinu. Og skrefin eru öll útskýrð fyrir myndböndum, þannig að endilega ef þið þurfið að rifja þetta upp þá leitið þið þanga, en ég ætla bara að fara hratt í þetta. Engin fylling, stroke paint á að vera flat color í eldrauðu og stroke style. Ég byrja á að gera 0,2, enter, fer upp í path, stroke to path og endurtek skrefin. Engin fylling, stroke paint, flat color, rautt, stroke stíl, nema núna það skurðarlínan 0,02 og enter. Og ef ég skoða þetta þá ég komin með 2 línur og ég vil losa mig við innri línuna. Og ég ætla að vera einhvers staðar staðsett á horni þannig ég sjáu vel hvort það innri eða ytri sem valin. Og ég fer í path, break apart og vel innri línuna hérna. Þá þessi tilbúin til fjölföldunar og vel ég hann Ctrl D hérna fer bara heldur nálægt þannig ég sjáu hvað ég get verið nálægt með hann svona og svo þetta bara smá handavinna að raða þessu upp á plötuna og þegar ég svo búin að raða, ímyndum okkur bara ég sé bara búin að raða hérna upp og þetta sé bara akkurat komið eins og það á að vera. Þetta nú ekki eins og það á að vera, en ímyndum okkur það ég sé búin að raða hér út, þá myndi ég færa að þannig ekkert annað sé inn á plötunni en bara akkurat þessi form og þá þetta vistað, file, við vistum þetta sem byrjum á því eigum allt sem SVG-fæl eða default Inkscape skjalið og skýrum þetta einhverju skynsamlegu nafni og svo í framhaldinu vistum við þetta sem file save as copy og þá á þetta að vera PDF. Hér á að vera bara vistað og pössum okkur að hér sé haka við eingöngu page eða blaðsíðu skilgreiningin sé nýtt en ekki þannig að allt hitt dótið sem hérna fyrir utan með komið með. Þannig að nú mun einungis vistast í þetta afrit þar sem innan svartarammans og ég geri OK. Þá þegar ég búin að þessu þá get ég bara fært þessa frá og
sett skurðarlínu á þetta og gert ráð fyrir sagafarinu alveg á sama hátt og áðan og vista þetta núna sem, ímyndum okkur að ég sé komið það allt saman, skurðarlínu og svo framvegis og þá vista ég þetta aftur sem copy og miða við skilgreininguna page.